Góðan daginn, gott fólk. Og það vistu að komin 17. júní. Og við veitum hvað hann sá dagur merkir að þá árið 1944 varð Ísland sjálfstætt land, sjálfstæð þjóð. Og eftir því sem ég skilst, ég þekki nú reyndar þá sögu ekki alveg til hlítar, að þá hafi þetta sjálfstæðisferli tekið meira en einn dag. Og það reki sér aftur til sögunar ársins svona í kringum 1845. Þetta hefur verið aldarferli frá því að þetta hófst og menn svona tók ákvörðun í alvöru að fara þessa leið. Þetta er svolítið verið oft í deglunni hjá þessari þjóðans, ég veit það. En samkvæmt minni bók þá var þetta ferli í eina öld eitthvað svoleiðis og það er nú langur tími. Og alveg ljóst að þeir sem að hófu þessa vegferð eru ekki mennirnir sem að tóku við prikkinu, kyndlinum, þegar að sjálfstæði verður raunveruleiki. Þannig að einn sáir og annar uppsker. Þetta er þekkt aðferð og þetta er þekkt og viðurkennt í biblíufræðunum að sé vegna þess að menn koma og fara. Nýja kynslóðir fæðast fram og aðrar kynslóðir deyja út. Svona hefur þetta verið og verður þetta áfram því að endurnýjun er stöðug. En svo í daginn þá hættir hún. Þetta er merkilegt að tala svona því að drottinn er að safna í eitthvað sarp, ég veit ekki hvernig hann vinnur þetta, og alla þá sem hann hefur tekið frá fyrir sig eru náttúrulega ekki allir nema hluta til uppi núna, en þeir sem hann á, þeir eru á þeim stað sem hann hefur varðveitir þá á og svo í daginn og þá birtast þeir allir og það eru stór hópur sem þá mætir. Þannig að við sjáum að lífið er heilmikill leyndardómur. Og við þurfum ekki að fara svo mörgum orðum það að einn sáir og annar kannski uppsker. Já, það er 17. júní í dag og hefðbundin dagskrá fyrir þennan 17. júní svo bara maður mann eftir. Ef þú ferð á 17. júní dagskrá 17. júní 2024 og ert orðin 70 eins og ég, að ef þú ferð niður í bæ, það getur vel verið að gera það, að þá ertu í raun og veru að ganga sama umhverfi og var þegar þú varst bara barn. Í mín tilviki í Hafnarfirði. Að þetta er svona allt mjög klassískt og já, búið að lita þetta allt upp og stilla þessu öllu upp og það er þannig ennþá. Þannig að mynstrið á þessu er mjög líkt og það hefur alltaf verið. Ég veit reyndar ekkert hvernig fyrsta 17. júní hátíðahöldin voru, þarna á Þingvöllum, en ætli það hafi ekki bara verið svona áþekkt því, svona í stórum dráttum og við þekkjum í dag. Þannig að sumt hjá okkur merkist algjörlega af vananum og einhvern veginn ná menn nú samt að teygja yfir þetta og toga hátíðahöldin sjálf. Þannig að það er svona ákveðið í gangi þegar menn fara, já, þar sem að þessi hátíðahöld eru og flestir gera það nú svona sparibúnir. Þannig að er allur gangur að því orðið hvernig menn klæðast, en svo var tíð að menn fóru bara í sín fínustu föt
þeir fóru út úr dyrum til þess að hitta mann og annan, og þar á Íslandi voru vellir og svæði sem að menn hittust á, komu saman á, og það hægt að skilja það. Þá eins og nú vildu menn svala frétta fyrstni sinni. Þá var ekkert útvarp, en þetta blundaði samt með manninum að það var að fá upplýsingar. Og hvað var betra til að fá upplýsingar en að hitta menn og konur? Þannig spyrst eitthvað út allavega, og þessir miðlar í dag sem allt yfirflæðandi upplýsingum, svokölluðum upplýsingum, þær í raun byggja á þessari grunnhugsun mannsins. Það sem sagt fýsnans í að afla sér frétta og hvað að gera. En drottinn Jesús, hann þetta veit af þessu öllu saman, og hann við sitt heiðgardshorn sem hann hefur alltaf verið við, og við hér getum alveg rifjað upp orð Páls postula sem mér þykir nú nokkuð vænt þar sem hann segir á einu stað að ég vil ekkit vita neitt nema Krist krossfestan og upprisinn. Þannig að frétta fýsn Páls liggur þarna að hann vildi fá að vita bara Krist krossfestan og að ræða það, sem og líka að fá upplýsingar hvernig mönnum vegni í sinni trú. Þannig að þetta byggir raun og veru á sama grunni og bara hjá mér og þér sem að viljum fá fréttir af fiskveiði. Það er náttúrulega ekki tala mikið það í dag, það var töluvert málið hérna áður. En þá bara verið að tala eitthvað annað sem að svona svala svolítið fróðleiksfýsn okkar og frétta þurð. Þannig að allt hefur þetta nú verið til taks á öllum tímum, þannig að maðurinn, hann hefur í raun og veru ekkert breyst. Við segjum annað við að við vitum svo miklu meira núna. Þetta náttúrulega bara kjaftæði og þetta tugga. Og ef við skoðum það mál allt saman, þá sjáum við nú að við höfum gert mikið af þessu með bundi fyrir augun. Hvað hamfara línun annað en það að hafa gengið of lengi með bundi fyrir augun? Við höfum gert verk og svo reknuðu við ekki út kostnaðinn af þessu verki. Og Biblían talar þetta. Við erum eins og maður sem hóf byggingu en gæti ekki klárað, og Drottinn segir og menn fara að hæðast að því og benda á verkið. Þarna var nú eitthvað sem að byrjaði og þú sér það nú, það er ekki búið enn. Það verið hætt í miðjum klíðum. Við erum svolítið þarna. Þess vegna það svo gott fyrir mig og þig og okkur öll að eiga til Jesú sem kláraði verkið og segir það á krossinum, það er fullkomnað. Hvað er fullkomnað annað en að hafa klárað verk? Og það gerði Kristur með öruggum hætti og bjó svo vel hnúta, byggði svo góðan grunn undir að ég 2000 árum síðar og meira að tala þetta sem hann gerði. Við getum, við höldum upp á 17. júní í dag, en eins og vorum að tala og ef ég fer rétt með, þá það, sem sagt, þegar við fengum þetta sjálfstæði, þá getum við rakið þá sögu öld aftur í tíman. En við getum aftur á móti rakið það sem að Kristur gerði og sá krossinum, það er fullkomna, 20 aldir aftur í tíman hið minnsta. Og við erum að tala það eins og hefði gerst í gær í raun og veru. Því að Drottinn lifir og sér til þess að
menn muni eftir þessum tíma því að þeir eru svo mikilvægir. Kynslóðurnar fara og kynslóðurnar koma. Hvernig í kynslóð þarf að þekkja það sem þú þekkja upprisuna, fá vitneskju upprisuna og læra upprisuna og allt það. Og kannski eru til menn og konur í dag sem segja við mig, Konráð minn, ég vil ekki heyra neitt frá þér nema tala krossfestan og upprisun. Þetta finnst okkur svona þunnur 13. En sá sem segir þunnur 13. í þessu máli þekkir ekki Krist eins og þekkja ber. Sá sem hins vegar þekki Krist að hann skilur að þetta sé málið fyrir kristinn mann og trúna hans. Það er bara að tala Krist, krossfestan og upprisun og hvað er verið að meina með þessu. Við skulum halda okkur við orðið. Við skulum halda okkur við sagnir drottins sjálfs, Jesú, og lærisveina hans. Við skulum bara vera inn í þessum hring. Akkur segir hann þetta, í og með vegna þess, hann eins og ég og þú og við öll, sjáum og höfum oft orðið vitni að því að umræðanir fara út víðan völl, þó við komum saman til þess að ræða Krist, krossfestan og upprisun. Þannig að Páll með þessu er í raun að draga saman málið. Höldum okkur bara þarna. Og pælum í þessu, því að þessi pæling, að hún í raun og veru, hún gengur alltaf. Þetta er ekki rétt hjá mér. Orð Guðs og þessi pæling og krossin og alltaf, þetta er gegnum gangandi dæmi sem við fáum aldrei leið á. Akkurju. Að því að trúin í hjarta okkar, hún kallar eftir þessu. Og trúin í hjarta okkar á að fá að vaksa þannig að hún sé alltaf númer 1. Og það er einmitt það sem við verðum að gera þegar er verið að hamra á orði Guðs og öllu því að höfum hana númer 1. Já, það er 17. júní í dag og margir sjálfsagt hugsa sér til hreyfings að fara niður í bæ. En við getum gert það og við séum trúa fólk og við viljum kannski ekki ræða í grunninn neitt nema Krist, krossfestan og upprisun. Þá erum við nú samt Íslendingar. Við auðvitað fögnum þessum degi sem að við fengum lýðveldið á, bara fært til okkar á silfurfati, ekki á silfurfati kannski því að þetta var löng leið sem við fórum, en allavega við fengum þetta lýðræði loksins og við erum enn að halda upp á það og við erum enn í raun og veru að þakka fyrir að hafa fengið það. Því að þessi þjóð í aldir raun og veru, hún laut öðrum konungum, erlendum konungum, norskum konungum, dönskum konungum og Danirnir sem sagt færa okkur lýðræðið okkar fyrir hvað er komið langt síðan, 80-90 árum, 80 árum. Það er nú ekki lengra síðan. Það er allavega ekki komin öld frá því að við eignuðumst þetta sjálfstæði sem við í dag erum að fagna. Það er alltaf að fagna sjálfstæði. En hinn fögnuðurinn er daglegt þakklæti. Það er það að eiga Krist í sínu hjarta. Hann gnæfir yfir þetta allt. Því að þó sjálfstæði Íslendinga sé mikilvægt og allt saman það, þá lifum við bara skamma hríð, svo erum við farin hérna. Hvað hafa margar kynslóðir yfirgefið landið sitt frá 1945? Það eru orðnar nokkuð margar. Og þetta fólk er ekkert með okkur í dag. Margt af þessu fólki er fyrir marga bara minningin ein. Og svo framvegis, þetta er gangur mannsins. Hann er þessi gufa sem er hérna sinn, sést sinn, svo farin. En Drottinn bjó svo hnúta að það verður eftir það sem hann er með hérna.
Þess vegna leggur hann stund á og áherslu á að taka til menn og konur úr kynslóðunum, og þetta fólk verður þá þetta guðsfólk sem að ber krossin með sér. Og sumir eru á þeim stað að þeir í raun og veru ljá ekki máls á neinu nema að tala Krist krossfestan og upprisinn þegar þau koma saman. Og það merkir það að þú kemur saman í Jesú nafni, já, til að tala þá þetta Jesú nafn, en fari ekki út víðan völl með umræðuna. Sem sagt, þið komið saman í raun og veru til að þrengja utan þetta atrið. Krist krossfestan og svo framvegis, en það náttúrulega alveg risastórt. Því orðið sjálft ótæmandi umræðu efni. Þannig að þú getur verið að tala þetta atriði án þess að vera bara í einhverju gamalli tuggu sem þú bara, og rullu sem þú kannt utan af orðið, þú ert búin að segja hana svo oft, það ekkert svoleiðis. Því að það nýnáð á hverjum degi. Það svo mikið margt í orðið Guðs og það að vera trúið manneskja sem segir mér, hei, þetta ekkert búið, þú ert ekkert búin að ná þessu, þú hefur ekki lært leksíuna þína til enda. Nú nýnáð og þú veist ekkert hvað Guð ætlar að gera fyrir þig í dag. En þú veist, alveg eins og ég, hann stór Guð. Hann risastór veruleiki sem kemur með alltaf eitthvað nýtt handa þér og ferskt, og þú viðurkennir þetta sem ferskt. Hvað opinberun annað en að eitthvað ferskt fyrir þér? Hvað ný opinberun á því sem að þú vissir og veist, annað ferskleiki inn í þá mynd? Og þetta alveg endalaust. Það engin endir á þessu. Nema að þú hættir að eiga þetta samfélag við Krist og hættir að vilja tala Krist krossfestan og upprisinn á samverustundum og fer að draga inn í það svona ýmislegt annað. Það ekki vilji Guðs. Og það sem ekki vilji Guðs ætti heldur ekki að vera vilji minn. Þannig að þetta í svolítið mögnuð kennsla hjá Páli, eins og margt annað hjá Páli, sem að tekur á þessu máli, því þetta svo mikilvægt mál. Og við vitum alveg hvernig við erum, að stundum við óttalegir sveimhugar. Við eigum í erfiðleikum með að koma okkur að því efni sem að við komum til að tala sem eru þetta náttúrulega Jesú og allt það. Við byrjum stundin á því að fara út í svona smá kjáttatörn og ef enginn svona tekur á sig skarið, þá bara helst stundin þar. Og við kannski töluðum aldrei það sem við komum til að tala Þannig eru við líka konir með aðra mynd á. Við erum konir með hann og hana sem þarf að leiða þetta. Þannig bara það. Það þarf alltaf einhver í svona að vera manneskja sem leiðir. Og svo sem leiðir, að hann tekur alltaf á skarið. Jæja, krakka mínu, nú skulum við snúa okkur að því sem við komum til að gera. Og þetta bara staðreynd. Þú þekkir þetta jafn vel og ég. Að við komum saman, svo sem til að gera ákveðið kristilegt verk. Og ég ekki að segja það, við gerum það ekki, því að við förum náttúrulega fljótlega í það, allavega þekki ég ekki annað. En oft þarf að draga menn að þessu borði, þar sem Kristur talað Krist og hann krossfestan. Sem sagt, orð Guðs. Það merkingin á bak við það allt saman. Þannig að við sjáum að orð Guðs, það alltaf svakalega innihaldsríkt. En við fáum opinberanir á þetta, hvað það innihaldsríkt, að við þjónum risastórum Guði sem ótæmandi, viska. Þannig að við komum á stundir
og förum stundum út með alveg spánýja mynd af trúargöngun okkar og það vekur okkur áhuga. Drottinn veit alveg hvernig hann á að fanga athygli mína og þína. Það kann það engin betur en hann. Þannig að við þurfum að ganga til liðs við hann inn í hús hans, við þurfum að lúta honum og við þurfum að segja við drottinn, ég ætla bara að fá að heyra Jesú. Ég kom hingað til þess að fá að heyra Jesú, ég ætla ekki að fara að tala neitt annað. Og svo get ég líka bættið að því við vitum hvernig við erum, hjálpa okkur til þess að vera þarna. Það er með þetta sem að Páll er að segja, ég vil ekki vita neitt nema Krist krossfestan og upprisinn, sagði hann við hópinn og gaf það til kynna með skýrum hætti, ég er komin hingað til þess að ræða þetta mál. Hvernig ástandi er í landinu, hvernig þetta og þetta er í landinu og meðal annars, við getum tekið það seinna. En við skulum byrja á þessu, við skulum byrja á orðinu. Og við byrjum á orðinu og það fer að gera okkur alls konar visku inn. Og jafnilega það sem að svona í hjartanu okkar brann, þá er svöru öllu til að mynda á ástandinu, ég skulum bara segja stjórnmálalegu ástandi. Það gefur okkur inn í það og jafnilega visku inn í það og við sjáum að þetta er ófæri leið að fara þessa leið og sumir taka á sér rögg og láta hann bara hreinlega vita því að þetta, svona gerum við ekki strákar. En annar mál er hvort menn og konur taki við þessu. Það er engin trygging fyrir því, en hafi drottning knúið til að segja það, þá allavega hann gerði þú þitt og sagði það og þú sem sagt varpaði yfir á þann sem að þú ætlar að varpa því til og hvað hann gerir með þetta, því ræður þú ekkert engu því viðkomandi eins og þú sjálfur er kannski verri þvergirðingur heldur en þú og þá náttúrulega er ekki gott við að eiga. Þannig að þetta snýst í raun og vera ekkert þetta snýst það að vilja tala Krist krossfestan og upprisinn, punktur og eftir, og svo taka þeir við sem að, eða ekki, aðrir við eða ekki. En þú gerði þitt og þú gengur keikur frá því að þú gerðir vilja Guðs. Þú getur ekki gert neitt annað því hvorki ég að þú ráðum gangi annara manna og kvenna. Drottinn gaf okkur frelsi og hvað er frelsi? Er það ekki að ráða sinni vegferð sjálfur? Jú, það er frelsi. Og ég og þú, að við eigum trú og höfum vaxið í trúnni, við gefum drottni og byggjum hann hans frelsi. Við byggjum það. Að við þekkjum hans frelsi. Og að því að við förum þessa leið, eigundu trú, þá er okkur strangt til tekið við engin hrösun hætt. Og ég get alveg staðfest það hér, ég er nú búin að vera við þetta í lengi, sem ég er ofta að tala Ég á einhverja hrösun og sögu alveg skelfilega. En auðvitað hrösuðu öll margvíslega í bara hugsunum og öðru því að drottinn er í okkur öllum. Og hann sér hugsun hjá mér sem að hún líkar ekki. Og hann sér hugsunum þér sem hún líkar ekki. Og hann er með puttan á þessu þar til þess að við stoppum þetta. Þannig að allt sem Guð gerir, það mun leiða til góðs og bara engin spurningu það. En ég þarf því að vera það sem Kristur er. Og þá er það góð hugsun að segja, ég vil ekki heyra neitt nema Krist krossfestan og upprisinn. En það er ekki þar með sagt að það sé verið að tala að við höfum bara blína á það sem gerðist á Golgata. Það er verið að tala bara allt orð Guðs. Tölum bara orð Guðs, krakkar, þegar við komum saman. Auðvitað erum við að tala Kristi fólk.
En eins og ég var að tala um áðan líka, þá þarf alltaf einhver að leiða. Þegar menn koma saman, þá voru náttúrulega bara augli stund eða hvað það er. Það verður alltaf einhver að leiða. Og svona fá menn til að halda sér við það efni sem þeir komið til að tala um. Af því að það er svo margt sem við vildum fara að tala um. Og við erum oft þetta stjórnlausa fólk sem ráðum ekki alveg vel við okkur. Af því við erum manneskjur, við komum manneskjur með alls konar í okkur, þetta í dag og annað á morgun. Og það er nú líka þannig að það sem er efst hjá okkur í hjartanu, að það vil brjótast fram munn, ekki? Við erum óanað, erfitt kannski heima, segjum það, og við komum með þetta inn. Og þetta er raun að vera það fyrsta sem að sá einstaklingur vill eiginlega tjá sig aðeins um. En það stund fyrir allt, við getum rætt þetta allt, en við komum til þess að gera ákveðið verk fyrst. Og Páll segir, ég vil ekki vita neitt nema Krist krossfestan og uppreistin. Ég kom hingað til að ræða við ykkur krakka mínir um orð Guðs. Vegferðina í orði Guðs. Þess vegna er þetta svo mikilvægt, eins og ég segi, að einhver taki að sér verkið að leiða. En sá sem leiðir, hann þarf líka að vera í stakk búin að leiða, því að það er ekki sama hvernig verkið er gert að leiða aðra manneskjur. Hvert ætlar að leiða það? Ef þú ert kristinn manneski, við skulum segja að þú sért komin á stund og við erum að fara að ræða orð Guðs, þá náttúrulega bara leiður fólkið í þennan vettvang. Og það er allir sammála því, þú erum að munna það, í grunninn komum við saman utan þetta verk. En þegar við erum eins og við erum, við komum með svo margt inn á þessar stundir sem að jafnvel brenna á okkur og við höfum áhyggjur af hvað sem er. Og við höfum að gæta okkur því að þetta verði ekki umræðuefni sem gleypir allan tíman. Og þá er stjórnarnir þarna sem á að leiða þetta í þessa átt sem að stundin er ætlað. Það er tími fyrir allt eins og vorum að sem og þetta vitum við. En svo sem sagt kemur þessi manneskja, hvað sem það er, svona svolítið dimmt yfir henni og orðið er náttúrulega magnað, það er fullt af lífi og oftar en ekki að þá fer þessi manneskja miklu bjartari út þó hún hafi aldrei nefnt neitt það sem hrjáði hana. Þannig bara vinnur orð Guðs. Oft er það nú það sem er að hrjá okkur svo hégómlegt. Með ekkert í raun og veru undir sér, annað bara hugsanir mínar og þínar atvikið. Og hver þekkir ekki þetta? Þannig við sjáum að allur ávinningur er í að bara beygja sig undir orð Guðs og læra að skilja hvaða merking er á þessum orðum og hinum. Og eins og ég skil þetta orð, ég vil bara heyra Krist krossfestan og upprisin, er bara, krakka mér, tölum bara um orðið. Ég kom hingað til að tala um orðið. Og þá náttúrulega gerum við það, sanngjarnt að við gerum það. Og svo sem að leiði stund, þetta er nú alltaf leitt af ykkurum, já, það taki og stýri og stjórni þannig að menn geri þetta. Það þarf að leiða menn. Vissur það? Já, auðvitað veistu það. Þú ert manneskja. Þú veist að þetta sem hér er verið að segja er sannleikur sem þú er oft upplifað og oft reynt og munt oft reyna og upplifa. Að því lífið er lifandi. Dagur var svona. Hann var hinsegin. Og þú ert í þessum degi sem er svona hinsegin. Og þetta veistu jafn vel og ég. Og þú veist líka að það er alls konar sem að mæðir. Hvaða dagur er algjörlega mæðulegs dagur?
þeir eru mjög fáir svona strangt til tekið. Af hverju? Þú veist það, af hverju? Dagarnir eru vondir, segir orðið. Já, orðið talar þetta. Og það þetta sem við viljum tala orðið. Þegar orðinu eru öll viska sem við þurfum á að halda, eru öll svörin við spurningunum sem eru á okkur. Og þú átt til trú, og þú, eins og allir aðri, lendi í einhverju allt annað veifið, og menn í kring kannski hitt endilega þeir sem uppörfaði hvað mest, þó oft sé það nú þannig. Það svo margt sem þú þarft að takast á við einn, en þó ekki einn. Þú getur og átt kannski þinn rétt á að söfnuðurinn svona sé svolítið, berið þetta svolítið með þér. Þannig að þú getur alveg rætt þetta á vettvangi safnaðarins. En þegar við erum komin saman undir ákveðnum merkjum og þetta ritningavers, ég vil ekki vita neitt nema Krist krossfestan og upprisinn, við erum undir þessu merki og þá ræðum við orð Guðs. Svo ef að tími gefst til og við viljum, þá getum við farið út í aðra sálma. Og það er alltaf gott að hita sig upp í orði Guðs. Því orð Guðs mýkir hjartað. Og þegar hjartað er orðið mjúkt og auðmjúkt, að þá, getum við rætt þessi mál. Og þá erum við komnir á allt annan stað með það, að það er komin inn í þetta smá mýkt og aðeins meiri sanngirni en var þegar við komum inn. Okkur fannst svo að okkur vegið. Svo kemur orðið og það sér, það var nú kannski ekkit svo svakalega að mér vegið. Kannski var það bara að ég tók þess ekki rétt og stundum er það þannig og oft er það þannig að við tökum því ekki rétt sem við okkur blasir og þar erum við öll sekir raun og veru. Ef sekt skildi kalla, þegar við erum bara breskar manneskjur. Við verðum bara að viðurkenna það. Við verðum öll að glíma við alls konar, viðkvæmni og tilfinningar út allt. Þannig að þegar þú ert komin á þennan stað, að þá ertu máski komin líka á þann stað að þú segir, hei, við skulum bara ræða Krist krossfestan og upprisinn. Já, við skulum tölum bara orð Guðs, við leifum því að uppörfa okkur og hvetja. Gleymum bara hinu. Þegar leið að þú ferð að ræða Guðs orð af þinni trú og með þinni trú, þá kemur svo mikið lækning inn í alls konar. Og það sem ángraði þig ekki lengur. Þetta getur allt komið og þetta kemur allt aftur. En þarna fékkstu sigur af því, það ýttist út. En svo kom það inn aftur, það er nú bara þannig að því að þetta er allt þarna fyrir utan. Þetta er allt saman þar sem þú ert og við erum, eins og við segjum, og þetta þarf ekki að fara mörgum orðum með þetta, þessi veikleiki okkar er alveg hræðilegur. Þetta er út allt þessi veikleiki. Og sterki kallin og sterka kellingin, hún er ekki til. Allavega er ég ekki einn af þessu sterku köllum sem bara harka bara af mér. Ekki svo að skilja að maður láti allt og haða og tala allt. Það er ekki málið. En ég á til Guð, ég á til Jesú. Hann er herra minn. Hann er orðið. Hann segir Konráð, taliði Krist krossfestan og upprisinn. Taliði orð Guðs. Og þetta er góð leksja inn í lífið og inn í daginn. Því við þurfum að minna okkur á þetta. Dagurinn er til þess að minna okkur á svo margt. Jú, þetta er enn einn nýr dagur. Já, en þetta er nýr dagur. Ný náð. Nýr veruleiki þannig
veruleiki sem kannski færi til þín leksjuna hvað þetta merkir og hitt merkir í Jesú nafni. Og ný uppljómun á hvað eitt og annað merkir hefur nú aldeilis glatti í hjartanu og þú finnur að byrðin farin. Þú hafir aldrei talað hana eins og þú kannski ætlaðir og þú komst fullur af og því miður, sem betur hefur varstu stoppaður, þannig að þú gast ekki gleypt alla tíman sem að menn ætlaði í annað og svo sógast þú með náttúrulega umræðan því þú trúið manneskja, ég veit það, svo bara fjarað undan hinnu og þú ferð alveg sáttust allara manna og kvenna af stund. Þetta orð Guðs og þetta meiningin og bakvið það sem Páll segir, ég vil ekki vita neitt nema Krist krossfestan og upprisinn. Sjáu ekki gagnsemina því að vera undir afli orðsins. Ég ræði öllu, hvort svo sé, ég ræði öllu það. Já, það 17. júní í dag og 17. júní 1945 fengum við lýðræðið okkar, íslenska lýðræðið og allir ekki þá hafi verið þessi fallegi fáni okkar verið dregin á húni og hann hefur verið uppi síðan. Hann er víða uppi í dag og menn stoltir hífa upp sinn fána, já, að þeim finnst það svona viðeigandi og þeim finnst svona ákveðin virðing fylgja því. Og við lærum að virða fánan, það er ákveðna reglur fánan og allt svona vel meinandi fólk, það virði þetta. Og þeim líður vel að vera með þetta í þeim farvegi að gera þetta eins og á að gera það. Það er svona eitthvað í manneskjunni, ég verð að virða eitthvað. En ef menn gæta sín ekki, þá verður jafnir þetta fótum tróðið. Þannig við ráðum alveg sjálf hvernig þetta er. Og ég segi það, til að halda betur utan þetta, skaltu einblína á orð Guðs. Já, komdu á stund, eða fræðslu, eða hvað sem með það í hjartalag, ég ætla bara að hlusta á Krist krossfestan og upprisinu og ræða það, láta hitt eiga sig. Og það má alveg lofa því að það sem þú komst inn með, kannski hálfa fjölskylduna, allt í uppnámi, segjum það, að það er bara farið, veist. Þú kemur alveg svolítið skjálbrósiti heim og já, bara það lindu lund þín, hún reynsar bara andrúmið, þar. Það er magnað þetta orð Guðs, hvernig það vinnur. Það vinnur í þessu vondu dögum. Og vinnur með þeim hætti að þessu vondir dagar í þínu umhverfi og nærumhverfi verður gott. Þannig að við getum gert svo margt sjálf til þess að bara reynsa til í kringum okkur. Þess vegna sagði Páll þetta, ég vil ekki vita neitt nema Krist krossfestan og upprisinn. Vilt þú vita eitthvað meira en það? Þú svara því. En þetta svona er það sem að strangt til tekið ég vil helst vita mest af og Og ég býnur svo vel reyndar að yfirleitt eru hlutirnir í lagi þar sem ég er. En það er svona inn á milli svona smá pirringur, hvenær slepp maður við það? Held aldrei. Þannig að dagarnir eru bara eins og það þeir eru. Ég get valið fyrir mig, ég ætla að tala allavega um Krist krossfestan og upprisinu, þú gerir eitthvað annað þú vilt. Ég ætla bara að tala um orð Guðs. Ég ætla að einblína á orð Guðs. Ég ætla að vera undir afli orðs Guðs.
í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðjónsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.